Heil og sæl, kæru hlustendur og verið í hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég er stjórnandi þessa þáttar. Í þáttunum með lífið í lúkunum þá fæ ég til mín góða gesti sem að annarkvort hafa rosalega góða þekkingu á ákveðnu sviði sem tengist heilsu og getur hjálpað okkur sem erum að hlusta að bæta okkar eigin heilsu. Eða við fólk sem hefur jákvæð áhrif á samferðafólk sitt á einn eða annan hátt, hefur gengið í gegnum eitthvað og lært af því, getur miðlað til okkar. En í þætti dagsins þá kom hún til mín hún Krumma Jónsdóttir. Krumma býr í Frakklandi og hún starfar sem árangursráðgjafi. Og eins og titill þáttarinn ber með sér þá vinnur hún við að hjálpa fólki að ná árangri án þess að missa vitið og heilsuna. En hvað þýðir þetta nú alveg? En Krumma segir að til að ná árangri þá þurfum við fjölþætta veljiðan, líkamlega, andlega og félagslega. Þegar við erum í jafnvægi og upplifum veljiðan í þessum þáttum þá erum við betur í stakk búin til að takast á við áskoranir og ná árangri. Á sama hátt þá þurfum við árangur til að dafna. Það að setja okkur markmið og ná þeim gefur lífi okkar tilgang og uppfyllir okkar innri þörf fyrir vöxt og þróun. Árangur og veljiðan eru þannig órjúfanlega tengt og styðja hvort annað í okkar persónlega og faglega lífi. Næst langar mig að þakka samstarfsaðilum mínum. Það eru Netto og það eru Spíran og Heilsuhillan. Ég er búin að vera að pröfa mig áfram með að panta og fá sent heim á netto.is og vissir þú að þú getur fengið sendingakostnaðin endurgreiddan sem inneign í appinu ef þú verslar fyrir meira en 15.000 krónur á netto.is. Og það sem mér finnst svo þægilegt með netverslunina að ég get séð hvað ég hef pantað áður og ég get séð mínar svona vinsælustu vörur. Þannig ég þarf ekki alltaf að vera að leita, ég get séð bara hvað ég pantaði síðast og haka við það sem að ég vil panta aftur. Svo er það Spíran. Og eins og ég hef oft sagt ykkur þá er það minn uppáhalds veitingastæður. Þeir gera allt frá grunni og af svo mikilli ást sem er svo ótrúlega gott og vandar hráefni og ég veit bara að ég er að fá góða næringu. Uppáhaldið mitt þessa dagana er avokado toast eða avokado rist, ef við erum að tala íslensku. Og ég náttúrulega fæ mér yfirleitt heitan mat en avokado toast er svo ótrúlega gott. Það er bara eitthvað, ég veit ekki... Ég hef fengið mér þetta oft erlendis en avokatósti á Spírinni það stenst alveg samanburðin sko, nammi. Svo er það Heilsuhillan og Heilsuhillan er með vörur til bættrar heilsu og þar á meðal eru þeir með Nutrileng en það er vara sem ég hef ekki oft talað um. En ég er búin að vera að heyra svo mikið í kringum mig, ég er nýbyrjuð að taka Nutrileng og ég hlakka til að sjá árangarinn en Silja Úlfars vinkona mín Mari Jers hlaupari og Anton Sveit Maki, þau taka þetta inn daglega og mæla heiklist með fyrir góða líkamlega heilsu því að þetta getur komið í veg fyrir liðverki. En þá er bara okkur ekkert að landbúnaði eins og einhver grínisti sagði og þáttur dagsins gjörið svo vel. Heil og sæl, kæru hlustendur og verið þið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Gestur minn í dag heitir Krumma Jónsdóttir og hún starfar sem árangursráðgjafi. Hún hjálpar fólki að ná árangri án þess að missa vitið og heilsuna og því smellpassar hún í þennan þátt. En ég var svolítið ánægð með það að Krumma hafði samband við mig og stakk upp á sjálfra sér, ef maður orðað þannig. Ókannlega. Sem er svolítið skemmtilegt, að því að en þess vegna eru kannski spurningarna mína svolítið opnar, því ég þekki ekki drossalega mikið, en verður hjartanlega velkomin. Takk. Og mér langar kannski fyrst bara að spyrja hvaðan kemur nafnið Krumma? Já, ég heiti Hrafnhildur. Þú heitir Hrafnhildur, ertu alltaf kölluð Krumma bara? Já, það fyrir eftir bara hver það er. Ég flutti út og það var svona bara ákvörðun. Ef ég vildi vinnu, ef ég vildi vini, þá var svolítið erfitt að koma og segja ég heiti Hrafnhildur, því það var bara ekki hægt að... Þú byrði í Frakklandi? Ég byrði í Frakklandi, þannig að segja Hrafnhildur. Já, ég skil. Það er ekki hægt. Hvernig segja þér Krumma? Krumma, Já. Krumma,
Bara, ég segi bara fólk spyr sko, ég ætla að vinna líka með eitthvað ensku, en ég segi bara svo lengi sem ég svara. Já. Það er bara fínt. Já. En hver er krumma? Sko, eins og ég segi, ég köllu krumma, ég heiti Hrafnhildur og ég er Jónsdóttir. Þetta er svolítið svona, hver er? Þetta er svo gaman að spyrja þessa spurninga, því ég vildi ég sem spyrja spurninga, ekki að vinna með spurningu. Stelpa, kona, svolítið erfitt að gera eitthvað upp á milli þar og já, stór spurning, orkubolti, ég held ég verða að viðurkenna það. Ég er Garðbængur og það er eldri að taka það upp að fætt í Hafnarfirði, en ég ólst upp í Garðabæ og það er alveg fast inn í mér og stolt mamma af 3 frábærum frönsk-íslenskum krökkum, maður minn er franskur og já, kannski bara að vera stuttum máli, líka stundum segi ég þessi konan sem að klárar aldrei setninguna sína, það er svo rosalega margar hugmyndir þannig að ég ætla bara að stoppa hér. Ég er búin að vera með þáttum ADHD og heilsu nýlega, ertu búin að hlusta á hann? Já. Hann tengdur eitthvað við eitthvað þar? Já, ég held ég þurfa ekkert eftir greiningu. Nei, bara svona til gamans. En hvernig leiddist út í þetta starf sem þú ert í dag og kannski segir okkur líka hans frá því, þessu árangursráðgjafi? Sko, árangursráðgjöf, ég starfa sem árangursráðgjafi, ég segi aldrei ég sé, það er ekki það sem ég er, sko, ég starfa við þetta, þegar ég er að starfa þetta í dag, hvað verð ég að starfa við á morgun? Og það er svona bak við þetta er fræðsla, kennsla, þjálfun og handleiðsla, bæði einstaklinga og teima og fyrirtækja. Og hvað er árangursráðgjöf? Það er rauninni að hjálpa fólki að finna sína eigin leið eða fyrirtækja. Þannig að það er svolítið, okkur segi ég ekki bara þjálfun eða markþjálfun. Alvöru markþjálfun eru bara spurningar, eru svona að hjálpa fólki alveg að finna svör við sínum eigin spurningum. Stundum er það ekki nóg. Ekki fara út í eitthvað Aristótel eða eitthvað svona einhverja heimspeki, en það hefur alltaf vita að þekking er ekki nóg. Fyrir ekki að æfing er ekki nóg. Ef ég þekki ekki, ef ég hef ekki þekkingu, þá get ég ekki byggt á henni. Það er alltaf verið að ýta okkur í að þjálfa. Það er alltaf verið að ýta okkur að fara í handleiðslu og bara æfa okkur. En hvort sem er í íþróttum eða tónlist eða í stjórnun, þá ef ég þekki ekki tæknina, hef ekki lært færnina, þá verð ég aldrei hæf. Þannig að stundum verður maður að fara út úr þjálfunni inn í fræðslu, inn í kennslu eða inn í handleiðslu. Þannig að þessi árangursráðgjöf, þetta er eitthvað svona þannig séð sem að ég hef bara performance strategist, það er henni blanda. Þannig að við erum að vinna með fólki, teimum í 6 mánuði, þá eru stundum bara, það er bara pjúra þjálfunartímar, coachingtímar. Eða við ákveðum að næst munum við fara í fræðslu eða kennslu eða einhvers konar handleiðslu. Þannig þú ert mikið að vinna með fyrirtækjum, bara í heild, meira en einstaklingum eða? Já, sko það eru fyrirtæki sem hafa samband, stundum einstaklingar, en fyrirtæki hafa samband og svo er að vinna með einstaklingum í fyrirtækjunum, til þess að skilgreina, sko, það eru margir sem fara inn í fyrirtæki og gera rosalega góða hluti með fyrirtækinu. Ég frekar svona að vinna í manneskjunni bak við fagmanninn. Að því að það er þar sem að ég nærist mest í og það er það sem að mér finnst mikilvægt. Ef ég fer og vinn með fyrirtæki, þá kannski eftir 3 mánuði, 6 mánuði, 18 mánuði, þá er bara bara fólki, það er bara svona, maður tala um turnover, fyrir ekki slettunar, það er kannski sama starfsfólkið. Þannig að mér finnst ég hef ekki farið alveg inn í rótina. Ef við erum að tala um hegðunarbreytingar, ef við erum að tala um vellíðan, þá finnst mér að ég þurfi að snerta sko einstaklingin. Ég get ekki snert alla, ég get ekki verið að vinna með öllum, en þessir nokkrir sem ég er að vinna með, ef að ég get gert eitthvað mikið fyrir þá finnst mér eins og þeir bara taki við. Smitt út frá sér bara. Nákvæmlega. Já. En hvernig, leitistu út í þetta starf? Löng saga. Reyna að hafa þetta stutt, sko, ég einhvern veginn, mér finnst og ég hef sagt það, ég sé svona 4. kaflanum í lífinu,
orðin háöldruð fyrir að segja þetta svona en og allt sem ég gert áður hefur undirbúið mig fyrir þetta ég, sem sagt, fyrsti kaflinn myndi ég segja væri bara skipti máli svona setna bara frábær barnæska og fimmleikar íþróttir ég mér var mjög fljótt hent í fimmleikana og ég var vist beðið að halda mér þar þangað ég alveg bara úrþreytt vildi ekki skilinni heim fyrir hann væri bara búin á því og ég var þar í ansi mörg ár og ég ólst svona, segja var 50% uppeldi voru fimmleikarnir í Stjörnunni í Garðabænum og bara þakklæti til allra sem komu við þar og 50% heima fjölskyldan og ég lærði svo mikið þar þó það sé langt síðan sko bara þrautsæja, segla, sjálfsægi og mistök. Ég vinn rosalega mikið með mistök og það að manni sé hjálpað að gera mistök og maður læra mistökum og ekkert að fara mikið út í það en það er svona fyrsti kaflinn og ég ætlaði bara að vera í fimmleikum allt líf. Það átti bara að vera mitt bara verða íþróttakennari eins og þú og svona en svo breyttist það og smá óhapp kom þegar 22 ára, 21 og ég flúði. Ég bara flúði með vinkonu minni og fórum til Frakklands og ætlaðum að ferðast og þá byrjaði annar kaflinn og bara með mitt stúdentspróf og ég uppgötaði bara ferðabransan. Eina svona starfsviði sem ég gat komist inn í með mína lélugu frönsku en góða ensku og svoleiðis og þar var ég ansi mörg ár og þá svona uppgötaði ég myndi segja vinnu og allt sem í kringum vinnu og í rauninni þegar ég kem inn í hérna heim þá uppgötaði ég alveg sko fólk með ástríðu fyrir bara fólk með ástríðu, þjónustulund og vinna rosalega, sko vinnuharka en enginn sá sjálfan sig. Enginn var að hugsa mataræðið, enginn var að hugsa hvíld og ekki einu sinni stjórnendurnir, sko, við vorum með fáránleg tímaplön og hljóðis. Og þá gerði ég mig grein fyrir því að ég hefði verið að læra í fimmleikunum, íþróttunum, sjálfsaga og að hugsa sjálfa mig og þá kom svona tilbaka svona alls konar mómentar sem að ég man til dæmis eftir einum þjálfarum mínum sem að bannaði mér að gera eitthvað af því að hún sagði að ég hefði aldrei verið eins góður líkamlega ástandi en ég væri ekki andlega ástandi til að gera þetta og ég var svo móðguð og líka ég sé enda móðguð en samt, þetta var svo rétt og ég kem inn í heim þá að þetta bara ekki til og þá svona kom einhver neisti og sagði hei, ok, ég kann kannski ekkert að þessum tæknum sem að vera að nota, ég ætla að læra þær en ég hef eitthvað sem er rosalega mikilvægt. Þannig að ég var í þessum bransa alveg bara, til dæmis einu fyrirtæki var ég að vinna í 16 ár og 13 stöður. Allt í Frakklandi? Allt í Frakklandi. Ferðast mikið, en alltaf bjó ég í Frakklandi. Og 2 ár Reunion eiginu í Indverska hafinu, en samt alltaf sko bara svona ground base headquarters í Frakklandi með fjölskylduna og börnin og svona. Og já, og að þú skoða stöðunar, meina hvort það sé markastjórnun, gæðastjórnun, sölustjórnun, móttökustjóri, bara alls konar sem ég fór í, ég var alls konar hluti, alltaf bara kynntist einhverju, já, bókunardeild, hvað baka hana, já, verðstýring, þannig alltaf svona bara rosalega forvitni. Þannig þú mjög fjölbreytt störf, já, og en bakvið þessar titla, maður segir svona stöðu, þá var sko mannauðsverkefni, alltaf einhvernum verkefnum að ráða fólk, rauka fólk, að segja fólki upp, búa til nýtt heimi, hjálpa við að svona umbreytingum til að vera að selja hótelin og svoleiðis. Og bara eins og í fimmleikunum, ég var aldrei best, ég var svona 3. 4. sæti í rauninni öllu og alltaf. Og sama í þessum sko verkefnum, ég var aldrei besta sölumanneskjan. Ég var aldrei best í smáatriðinu gæðastjórn og ég man einu sinni þegar ég var vera að beða að sækja eða beða að taka stöðu og ég var bara, sagði við hótelstjóran, ég hef ekki hugmynd þetta svæði og hann sagði bara, ég veit það en það er ekki það sem ég vil þú verður umkrymt góðu fólki en ef við viljum á árangri þá vil ég að þú sérst að stjórna þessu þannig að það þurfti aðrir að segja mér hver ég var í góði. Ég var kannski ekki á réttri leið, þannig séð.
og ok, stórkabli með stórkabli og þannig að ég hendi mér þriði kablin, ég hendi mér út í fræðsluna og fór í fyrst í corporate training og var á tímabili að sjá 654 hótel Wow. í Evrópu, þannig að mikið að ferðast og var með kennslu og þjálfun í gæðastjórnun og bara gæði mig yfir höfuð, þjónustulund og svoleiðis og fór svo fljótt í alveg yfir og fór að stjórna hótelstjórnar skóla og svo fór að háskóla og svo tækniháskóla og svo hjálpaði það var svona síðasta verkefni mitt þar, hjálpaði ég fyrirtækinu sem var innan fyrir að kaupa business skóla og það var þriði kablinn og svo fjórði kablinn, náttúrulega bara fyrirtækið og svona það smellur allt saman. Nú veit ég hvað ég hef upp á að bjóða og hvernig ég get hjálpað fólki og svona það sem ég vil gera svona með stórar hugmyndir og stóra löngun svona að breyta hvernig horft á leiðtoga þróun. Það svo rosalega margir góðir að kenna og þjálfa leiðtoga færni en ég svona einhvern veginn það ekki færnin ekki nóg það hæfni. Þú getur verið fær að keyra en ertu hæfur í dag? Ég skil. Ertu þreyttur, ertu í formi, ertu kannski búin að fara í glas, ertu hæf til þess að keyra. Þannig að þetta svona ferlið og ég svona einhvern veginn alveg að finna mig í þessu. Ok. Og hvenær byrjaði fjórði kablinn, myndir þú segja? Hvenær stofnaði Hann þetta fyrirtæki? byrjaði í rauninni 2013. Ok. Þar sem ég fer yfir í corporate training og alveg svona, ég ætla að breyta heiminum. Ég vil breyta leiðtoga þróun, ég vil breyta leiðtoga kennslu og fræðslu og ég vil að vellíðan sé að þetta ekki bara að ná árangri. Þú verður að dafna og það rauninni mottóið í fyrirtækinu mínu thrive to perform and perform to thrive sem rauninni dafnaði til að ná árangri og náðu árangri til að dafna og en ég var ekki tilbúin þannig að þá fór ég að læra með bara með vinnunni og var nýbúin í hvað heitir það fæðingarorlofi og í því fór ég í bachelor og í hótelstörfum en fór svo strax yfir í master í sálfræði í jákvæðri sálfræði og markþjálfunar sálfræði og svo ég núna í doktorsnámi. Það aldrei róleg stund hjá Krummu. Nei, þannig að ég þá með hótelstjórnunar bachelor, sálfræði master og svo verð ég með business leadership doktor. Áhugavert. Og þá hugsa ég kannski ég róast sessnið. Það kemur í ljós. Já, ég finn eini. En að því þú ert búin að tala svo mikið árangur, þú veist, í fyrsta lagi hvað árangur og af hverju þurfum við árangur? Annað árangri. Þetta náttúrulega rosalega viðtæk, hvað árangur? Hugtakur. Þetta hugtak. Ég held að hver og einn kemur til að skilgreina árangur bara mjög mismunandi. En þetta eitthvað að okkur takist að það verður að vera ásetningur. Bak við árangur ásetningur. Og ég leiður eftir mig ef ég að segja einhver skrítin orða íslenski, ég rosalega duglega að búa til. Og við verðum að hafa fyrir hlutum til þess að finna árangur, til þess að fá árangur. Og við þurfum 4 hluti í lífinu. Ég man ekki hver sagði þetta en ég alveg inn í þessu. Við þurfum þetta á ensku myndi þetta vera autonomy, competency, relationship og recognition. Þannig að sjálfstæði, færni og hefni. Við þurfum sambönd og við þurfum recognition. Viðurkenningu. Við þurfum viðurkenningu. Og það eiginlega upp í staða ef þú lest það sem að World Health Organization og OECD að tala sálfélagslega hæfni eða færni og bara hvað þurfum við til að dafna. Við þurfum þetta. Þannig að við þurfum að ef við viljum vera sjálfstæð þá þurfum við að gera eitthvað. Ef við viljum færni þá þurfum við líka að læra eitthvað og þá getum við fengið sambönd og
það undir það sambanda og þá fáum við viðurkenningu. Þannig að árangur í rauninni að, hvernig ég segja þetta, mín orð, í að vinna í sjálfum sér og vera með svolítið svona, vera hæfur til að segja við sjálfan sig, þetta árangur. Nú ég að ná árangri. Þetta er gott. Eða þetta ekki gott. Ég ekki að ná árangri. Þannig að þetta svolítið svona, þetta viðtækt. Já, þetta bara þitt sjónarhorn. Þetta mitt sjónarhorn. Þetta ekki eitthvað svona vísinda, svona, en performance að ná þreppi. Já, þannig að þegar við upplifum sem sagt árangur, það hjálpar okkur að dafna. Það hjálpar okkur að dafna. Við þurfum á því að halda. Við þurfum að geta sest niður og sagt sjálfum okkur, í dag hafði ég tilgang. Ef ég tilgang í lífinu, ég alveg viss það, ok, það kannski ekki alveg skýrt, en í dag, ég gerði eitthvað, ég hef tilgang og ég gerði eitthvað sem hefur tilgang. Og þá kannski komum við aftur að því sem ég sagði alveg í upphafi þáttar, þú segir náðu árangri án þess að missa vitið og heilsuna. Hvernig gerum við það? Sko, það rosalega mikið búið að tala síðastlega, sko, maður veit ekki, meiri kulnun í gangi eða eru bara frjálsari umræða það, ég held að það var alltaf verið til og svo verið svo rosalega mikið að tala vellíðan, velsæld og mér finnst stundum að fara svolítið út í öfgar, að í sömu fyrirtækjum verið að tala bara vellíðan eins og að fyrirtæki sé ábyrgt fyrir vellíðan fólksins. Ég ekki sammála því. Fyrirtækin eru ábyrg til þess að búa til aðstæður til þess að fólki líði vel og fólk kom ekki með hnút í magan í vinnuna á mótnana, en við erum hvert og eitt okkar, við erum ábyrg fyrir okkar bara hamingju og já, hvert að fara þaðan. Þú voru að hjálpa mér að koma mér aftur á, segja, nú klára ég ekki setningarna og hugmyndina fara út allt. Þannig að þú voru að hjálpa mér að koma tilbaka. Já. Sko, bara, þú sagði mér frá eitthvað sem heitir heroic model. Já. Er það eitthvað sem þú notar? Nákvæmlega. Til þess að hjálpa fólki? Til þess að fá þetta jafnvægi. Og sko, í þessari umræðu, kulnun og veljan og allt það, svo mikið svona þú ert nóg og alls konar svona vera að segja okkar að við verðum að vera hetjur og séum hetjur og ég er búin að hugsa rosalega mikið þetta og ég nota heroic en þetta ekki hero hero þú veist, við erum ekki hetjur en við getum hagað okkur hetjulega, við getum trúa því að við höfum öll gæði til þess að vera hetjur, en ég er ekki alltaf hetja. Ég stundum bara lítil stelpa sem að bara langar kannski að setjast niður og láta falla nokkur tára þegar ég er sár eða leið eitthvað og í samfélaginu í dag þá á sama tíma á maður geta gert það en svo má ég það ekki eða ég má ekki sýna það. Þetta er svo flókið. Þannig að ég er búin að vera að vinna í rosalega mikið af svona gerast í mér og ég er búin að náttúrulega þannig séð það sem að kalla prakademik. Allt sem ég geri þó ég noti ekki þannig orð en allt sem ég geri byggt á vísindum. Okay. Og Prakademik, það þá praktik eða hvað er? Já, practical academic, ég sést ekki academics, ég er ekki bara practitioner, ég er prakademik. Okay. Þannig að ég er að vinna, ég er sjálfbóði í að byggja upp tengst milli practitioner og academic og svoleiðis. Og það sem ég er búin að koma upp eins og bara tónlistamenn þeir er ekki alltaf að finna upp en þeir að nota sömu nóturnar, þeir að semja og listamenn, þeir eru málarar, þeir eru að nota bara alltaf sama grunnlitina. Þannig að ég er svona, ok, hvað er til sem er alveg byggt á vísindum og ég get verið að nota til þess að hjálpa fólki í þessu. Þannig að ég er svona að byggja tveimur nálgunum eða kenningum. Fyrsta er Fred Lutans sem er búin að vera að vinna rosalega mikið með sálrænan höfuðstól sem er bara gjörsamlega nauðsynlegt ef við erum árangri, ef við erum dafna. Og hann notar hero, H-E-R-O og á ensku H fyrir hope, von, E fyrir, hann svindla svolítið, E fyrir efficacy, en það er self-efficacy, rosalega skemmtileg
hugtak því að það ekki bara sjálfstraust, það aðstæðu tengt sjálfstraust. Okay. Ég get verið með ábúrslega sterkt sjálfstraust í að í vinnunni kannski? Í vinnunni eða í einhverju ákveðnu í vinnunni. Já, þegar þú tekur tala vinnunni, getur með sjálfstraust að vera að selja og vera að tala við einhverja nýja kuna og svo get ég verið skítrædd að fara að tala við þig og biðja launahækkun. Þannig að aðstæðan er mikilvæg. Fyrir resilience, seglu. Er það ekki? Jú, segla. Ég er alltaf þraut segja á segla. Segla og fyrir optimism sem náttúrulega bjartsýni. Hann sem sagt fyrsta lagi segir að við getum lært það. Og fyrir alla hann úti sem að segjast vera mjög svartsýnir og hafa enga von og ekki seglu og ekki sjálfstraust, þeir geti lært þetta. Það hægt að læra þetta, smám saman hægt að læra þetta. Svo annar sem ekki lengur með okkur þessum heimi, en hann heitir Joseph Campbell og hann var mikið gagnrýndur, hann var ekki sálfræðingur, hann var rithöfundur. Og sagan segir að hann hafi lokað sig í 5 ár og bara lesið og hann var að bera saman goðafræði og einhverja alls konar bara, hvort var biblíuna, hann var vist að vera að vinna í íslensku sögunum og bara öllu sem hann gat lesið, ævisögum frægs fólks og hann kemur út á þessum 5 árum og segir, heyrðu, þetta alltaf sama uppskriftin. Hvort það einhverja ævisögur, hvort það biblían, hvort það sé gríska goðafræðin, hvort það sé íslensku vikingarnir, hvort það sé nýjustu bíómyndirnar, þetta alltaf sama sagan. Og hann segir okkur og kennir okkur að við verðum að takast á við óvissuna, að því hún alltaf eins. Og hann svolítið eins og tala ísjakan, 10% sjá það. Og 90% sjáum ekki. Og þessi 10% við dveljumst þar. Þótt að það sé leiðilegt, þótt að við sem að þjást, þótt að við erum ekkert að hafa fyrir því að vera þar. Er það bara því við erum hrædd við því óvænta eða? Annarkvort við erum hrædd við óvænta. Eða að við erum bara svo vanaföst. Við erum vana ekki fara út í það núna, en við erum þess að breyta vana, það rosalega erfitt og að því að þetta bara keimist í haustnum heilanum að hann tekur bara ódýrstu leiðina. Getum farið út í bara sykur og glúkósa og hvernig heilin bara taugarnar virka, að hann fer alltaf ódýrstu leiðina og þannig að þó að það sé erfitt heima við, þó að við sé kannski leiðilegt í vinnunni, en þá bara við dveljumst þar, að því að það samt auðveldara heldur hann að takast á við óvissuna, að við veitum ekki hvað óvissuna. En hann segir okkur, hei, óvissun alltaf eins, það alltaf einhverju venjulega manneskja, annarkvort langar hana í eitthvað eða það gerist eitthvað og það bara svona neitun, annarkvort það neitun, bara sjálfsneitun að segja, nei, ég geti gert það, ég ekki nóg góð og bara svona niðurdragandi eða innra mál. Eða jafnvel utan að koma til einhver að segja okkur, þú getur gert þetta er dýrt og svona, eða þetta svona ævintýri og við þorum ekki. Og það þarf rosalega mikið til þess að fara yfir þröskuldin, til að hoppa yfir þetta 90%. Enda 90% alltaf eins. Ef að þú bara sest niður og hugsar, þá ef þú tekst á við eitthvað nýtt eða eitthvað öðruvísi, það verða erfiðleikar. Það verða uppákomur eitthvað óvænt. Það verður óvissa, en það verður líka vinir, tækifæri, eitthvað nýtt að læra og alls konar. Og það bara raunin það sem hann segir okkur að við verðum bara að fara í. Þannig að ertu að meina í öllum þessum bókmyndum, þá var þetta svona rauði þráðurinn alltaf? Já, hugsaði bara, hvað mynd eða bók ef þú verið að lesa nýlega? Eða fyrir löngu síðan. Bara Shawshank Redemption fyrsta sem þetta í hug. Okay, og við getum hugsað Harry Potter, við getum hugsað Star Wars, við getum hugsað biblíuna, við getum hugsað bara hvað sem einhverja ævisögur, Steve Jobs, þú veist allar þessar sögur svona byrja á businessnum í
í bílskúrnum hjá einhverjum og svoleiðis, það er alltaf þessi venjulega manneskja og eitthvað, munurinn á þeim og okkur kannski, er að þau fara yfir þröskuldin, þau þora að fara yfir þröskuldin eða það kemur einhver svona köllun eins og í Star Wars, kemur svona köllun, hann sagði nei fyrst þegar hann finnur hennan robot og alltaf hann sagði nei fyrst og svo kom eitthvað og hann fór yfir þröskuldin og svo í þessum erfiðleikum tilraunum hugsaum bara börnin sem að detta á rassin eitthvað 2000 sinnum áður en þau fara að taka fyrstu skrefin, minna, wow, vonin kannski ekki ennþá alveg self-efficacy sjálfströsti en seglun og bjartsýnin, þetta er þarna, þannig að við höfum þetta í okkur, við þurfum bara að læra þetta aftur en það er í þessu ferli, það er líka það sem að Joseph Campbell segir dauðinn og endurfæðingin, fara inn í hellin sem við þorum ekki að fara inn í, af því að þar er hvað kallar það, treasure, það er fjársjóðurinn, fara í þetta samtal sem að þú þarft að hafa og ert ekki búin að þora að hafa við börnin, við mannin, hvað sem er og þá gerist eitthvað, þá gerum okkur grein fyrir því við höfum færni, við höfum hæfni og þá kemur umbreyting og þá er það svona í sögunni, ég er að gera þetta með höndunum að sjá, ég er mikið með hönduna en þá kemur þessi hringur og við komum umbreytt heim þannig að það sem hann segir okkur er að lífið er svona og þú hugsar bara sko bara við fæðumst og við erum ósjálfbjarga, við viljum vera sjálfstæð og þeir einu sem að gera gott í lífinu eða líða vel, það eru þeir sem að fatta að við þurfum að vera independent, hvernig segir það í íslensku? Interdependent, við þurfum að vera það er ekki nóg að vera sjálfstæður, við þurfum að skilja að við erum öll tengd. Ok. Þú veist hvað ég meina? Já. Og það er þannig sem að við getum hugsað lífið, en við getum líka hort á þetta bara sem verkefni. Ég getum hugsað verkefni. Ef ég spyr þig bara núna, hvað er það sem að þú ert alveg ofboðslega þakklátt fyrir? Eitthvað sem einhver gerði, eitthvað sem einhver sagði, þú þarft ekki eins og að segja mér það, en bara þú finnst það, þegar mér langar að sýna þetta er ekki bara eitthvað við einhverju neikvæð og erfiðu, þetta er bara yfir höfuð. Já. Þú finna eitthvað? Já. Ok. Sagðirðu þessari mannesku, ertu búin að láta manneskuna vita hvort þú rosalega þakklátt fyrir það sem var gert, eða gerðist eða sagt? Nei. Nei. Ímyndaðir að þú ferði yfir þröskuldin. Því það er svo auðvelt að segja, þú veist, ég er þakklátt og þetta var ekki æðislegt og góð matur eða góð stund eða eitthvað og þá bara látum við að líða. Þú getur gert hero's journey á þessu. Þú þarft að fara yfir þröskuldin og þá ferðu að hugsa, hún hlýtur eða hann hlýtur, þú veist, þeim hlýtur að finnast ég eitthvað skrítin að koma banka upp að má ég hans koma að hafa samband með við tala saman hvað var geðveikt að hvað ókslega gott lasagna sem hún bjóst til og að það var svo mikill ostur og er ekki alltaf í lagi en þú veist, þetta er erfitt og þú ert takast á við þessu og kannski gefstu upp í fyrsta skipt ef þú bankar ekki en ef þú gerir það, þannig að ferð inn í hellin það sem er fjársjóðurinn þá verður umbreyting, sambandi ykkar bara að gefa dæmi, þetta getur líka verið á einhverju jákvæði og það sem ég geri, því ég var að segja að ég vil ekki að við séum hetjur, við erum ekki hetjur alltaf ég bætti við I og sé, heroic og það er impact og courage en það sem ég fannst vanta í þessu var að láta okkur vita að við þurfum hugrekki og impact er það bara að hafa áhrif hafa áhrif á heiminn, hafa áhrif á fólkið ímyndaðar áhrifin sem þú hefur ef að þú ferð núna út úr þessu samtali sem við erum að hafa í dag og hringir í manneskuna sem varst að hugsa til og segir, má ég koma? Og mína, þú veist, þetta er meiri segja ef við tölum hamingju og veljiðan það er sannað að láta að express gratitude að sýna þakklæti og deila þakklæti það er óboðslega sterkt að bara bæta okkar hamingju og þar af leiðandi árangri því þá ferð þú enn sterkari inn í það sem þú ætlar að gera í dag
Ég hef unnið svolítið með þakklæti og ég alveg sammála. Það Já, ótrúlegt það ótrúlega sterkt. og þessi tilfinning þegar maður upplifir svona einlægt þakklæti, þetta ótrúleg tilfinning. Já, og ég myndi að þú ert að setja og upplifa þetta, en þú ert ekki að láta vita og kannski talandi um óvissu, kannski hinn aðilinn, það var rosalega mikið, ég bara bulla eitthvað með lasagna, þetta var mikilvægt að bjóða þér heim og þú veist, og að búa til mat og kannski voru þið að eyða einhverjum peningum sem átti ekki til, ég hef ekki hugmynd bara eitthvað, en ef þau fá aldrei að vita, hvað varst ánægð með þetta? Sko ég kallaði þetta, ég bjó óvart til orð í fyrra sem heitir jáhrifavaldur. Já. Og ég kallaði þetta jáhrifavalda og ég reyni að vera duglega að segja fólki ef mér finnst þau vera jáhrifavaldar, þá það að hafa jákvæð áhrif á fólki í kringum. Nákvæmlega. Þetta raunin það, þetta heroic dæmi í stjórnendastörfum að einmitt að eitt af því sem að mér finnst fólk sem ég að vinna með eiga sem erfiðast með, það feedback, það endurgjöf og spurningin oft til mín Jón, hvað heldur þið segi? Ef að ég kem og fyrir að deila þakklæti en þú veist, þá fer ég bara ok, þú ert að gefa þeim von, þú ert að sýna þeim og hjálpa þeim að búa til, ef aftur í lasagna, þú veist, þú býr til ógeðslega gott, mjög gott lasagna af því að þú setur rosalega mikið ost og eitthvað svona eða alltaf sem mér finnst og þá ert að hjálpa þeim að byggja seglu og þá verða þeim miklu bjartsýnir á framtíðina og þú ert að hafa áhrif, þú varst hugrökkur eða hugrökk og þá ert að sýna þeim að það hægt þannig að þetta heroic, þú getur notað það í öllum hlutum lífsins og kannski, það sem ég kannski reyna svona að íta þegar það fara aftur og tala áðan að þetta þegar ég að hugsa eða einblína á manneskjuna bak við fagmanninn. Og þú talaði líka að þetta væri, þú veist, gott til þess að yfirstíga eða höndla mótlæti á nýjan hátt. Já. Hvernig getur það að hjálpa okkur með það? Sko, það rauninni, þetta nákvæmlega það að því að, og bókin mín sem ég er að skrifa, hún heitir Storm Driven Growth. Að því að við þurfum að takast á við, stormuna, við ætlum að takast á við bara vindin og mótlæti og ef að við vitum að þetta bara ferli, þetta bara hringur þannig að ef að til dæmis þegar ég ákveð að vinkona mín þegar ég að segja, við tala um að mér langi að vera eitthvað meira á Íslandi, vinna meira á Íslandi og ég svona að hvart við sjálfum mér, ég ekki með orðaforðan, búin að vinna, vera útlöndum næstu 30 ár og vinna á ensku, vinna á frönsku og læra á ensku og allt það og vinkonum mér segir bara, þú bara hlusta á með lífið í lúkun þetta gerist bara svona þetta nákvæmlega gerist svona og hún þekkir sig þegar hún hlustar og þá fer ég óvissu þú veist, og ég var að hlusta og er ekki búin að hlusta á allt en henni að hlusta og segi, þú veist, þetta passar svo það sem ég er að gera þetta bara fittar áströðinu minni en draumur að geta verið bara í podcasti hjá Erlu og þá fyrir ég óvissu og þá kemur, já en hver þú að fara á hún segir bara nei, þannig að ég get verið þannig að ég er að hugsa svona, ok, kannski segir hún nei en ef hún segir nei það myndi að vera mótlæti en það bara hluta lífinu og þá get ég farið að hugsa þú veist, ok, en hvað var það hvað samt að vinna úr þessu ég er að vinna, hvað er græða ég er að græða nákvæmlega eins ég vildi ég er að hlusta á frábært fólk sem kemur til þín og alls konar sögur og ég er að læra þannig að Storm Driven Growth en þú sagðir ekki nei en það er líka mér er bara með börn það eru ég er að pæla þetta svolítið mikið núna og að lesa það nú fyrir að fara inn okkar sem ég algjörlega mastera ekki en ég er mjög áhuga það eru taugafrumur sem að heita villufrumur ég held að það er error neurons og þær eru þarna og fara í gang þegar við gerum villur og til dæmis eitt rosalega þekkt próf og kannski við gert þetta svona á símanum eitthvað það er að þú fær svona það stendur rauður eða rautt en það er með grænu lit og þú átt að segja hvað litur þú hefur örgulega gert eitthvað þá fara þess að þeim sem stendur rauður en það er í grænu lit þá átt að segja græn það er litur
sko. Þetta strúppróf og þá fara svona frumur í gang og við leiðréttum okkur áður en að það er sagt ránt, rétt, frumund að fara í gang því meira sem að þetta sem við erum að gera er mikilvægt fyrir okkur því sterkari verður fara frumunnar í gang þannig að ef við erum að gera eitthvað sem er mikilvægt fyrir okkur þá bara sem smá börn eða börn eða fullorðin þá gerum við eitthvað í því en ef ekki þá bara látum við líða út þannig að ef við lærum að mistök er að við getum lært af mistökum og að við þurfum að hafa fyrir því þá einhvern veginn verður mótlæti er alltaf mótlæti en það verður ekki eins dramatískt og það er það sem að ég rauninni er að kenna fólki að læra af mótlæti lærum af hversdagslegu mótlæti því að ef að ég fer út í búð og mér langar í vatn og það er ekki til vatn það er mótlæti og sumir verða bara brjálæðir að þeir eru svo óánægðir að í þessari búð að þessi ekki til vatn og þessi ekki til svona vatn og fara bara að kvarta og það er einmitt fólk sem er ekki búin að læra að höndla mótlæti og læra að mótlæti er bara hluti af deginum og við höfum fullt af tækifærum þess að fara eitthvað annað að ná í vatn eða að drekka eitthvað annað. Þú nefndir líka í tengslum við þetta allt að við þurfum að gera eitthvað grein fyrir því að þó við getum ekki stjórna öllu sem gerist, þá getum við alltaf stjórna hugarfarinu. Og einhvers þar hjá ég eftir því að það yrði minni tilfinningar rússíbanar ef við værum með raunhæfar væntingar. Ó já, það orðið að fara mér svolítið langt. Það er það er annar maður sem heitir Michael Fordyce sem hann dó 2011. Og hann var að vinna, hann er einn af þeim fyrstu sem var að vinna í það sem við kalla emotions of normal people, bara tilfinningar eðlilegs, bara venjulegs fólks, af því að allir aðrir voru svo mikið að vinna í veikindum og erfiðleikum og svona mental illness. Og hann segir að það eru 14 fundamentals eða uppistaða af hamingju, hann er að tala hamingju en ég fer frekar úst í velliðan og þar í af þessum 14 að þar er einmitt að vera með sko raunhæfari væntingar fyrir ekki og að það sé rosalega mikið og mikilvægt að því að ef að til dæmis ég tek aftur þetta dæmi hleypin í búð og þú veist alveg bara það hljóta að vera til 3250 varsluskur í þessari búð og það er bara til 3221 þá verð ég svo vond en ef ég fer inn og segja ok, það er örugglega fullt af varsluskum og ég ætla að gera allt sem ég get til þess að fá 3250 í hvað ég sagði en ef að ég fæ bara 3221 þá bara redda ég mig öðruvísi til þess að fá hana. Þannig að ég er svolítið svona að þetta er svolítið kontroversial að því að á sama tíma er ég að segja sjálfur mér að vera ekki með ómiklar væntingar en á sama tíma er ég að segja mér þú verður að berjast, þú verður að hafa von þú verður að standa þig og þetta er jafnvægi, við þurfum að þetta fer svolítið út í segir maður ekki samkennd, þetta er íslenska sem ég er að læra samkennd gegn sjálfur mér. Já. Ég held ég mér þess að lært í einu podcastinu á þér. Já, bæði samkennd og sína sér sjálfsmildi kannski. Nákvæmlega. En sko að líka grit, sem vera self-compassion og grit fer saman. Ég er alltaf að berjast, ég er alltaf að gera mitt besta, ég er alltaf að læra en ef það gengur ekki upp þá get ég staðið upp og þetta kemur líka rosalega mikið úr íþróttunum. Já. Og þannig að mér finnst þetta rosalega gaman þegar ég sé að einhverja vísindamenn eru búin að vera að sanna svona hluti og vera að gera kannanir, rannsóknir að fólki sem að gengur vel, fólki sem að líður vel á þeirra svona síðustu árum, hvað hafa þau? Þau hafa til dæmis, þau eru frekar, þau hafa góð sambönd við fólk, þau eru aktív, þau hafa eitthvað sér til hafs og þau eru sem sagt skipulögð þau eru með minni eftirvæntingar þau vinna þau eru af ásetningi að minnka áhyggjur
80% af öllum áhyggjum sem þú hefur í dag gerast aldrei. Eða 80% af því sem þú hefur áhyggjur af gerast aldrei. Og á morgun þá hefur áhyggjur á öðru og þú erum að gleyma því sem þú hefur áhyggjur af. Og þú veist ekki að fara inn í þess að 14. En síðasta að hamingjusamt fólk og fólk sem hefur árangur, það vinnur í því. Það vinnur í því að vera hamingjusamt. Svarar þetta spurningunni? Ég held það. Þú veist, og líka bara gera grein fyrir að við getum ekki stjórna öllu, en við getum stjórna hugfarinu. Já, það líka rosalega mikið sem ég að vinna í með fyrirtækjum og svona fara út í kerfi. Þú veist, það eru til dæmis skattamál, stundum eru stjórnendur sem þurfa að taka einhver ákvörðun sem að hafa áhrif á 1000 manns, 2000 manns, 20.000 manns og þegar þú ferð niður í botnin þá það kannski út af einhverjum skattabreitingum eitthvað og það þýðir ekkert að berja hausnum gegnum á vegginn en að samt að stoppa. Ég tala oft með fólki stoppa, vakna, velja og þá þú veist, ok, hverju stjórna ég? Það svona hverju get ég stjórna? Hverju get ég svona svolítið stjórnað og hverju get ég alls ekki stjórnað og svo bara vinni því. Og þú hefur unnið rosa mikið með stjórnendum, það ekki? Sko, það sem að við gerum hjá Positive Performances fyrirtækinu mínu og að við vinnum, sko þetta svolítið svona, þetta fyrirtæki, þetta verkefni, ég horfa á þetta sem verkefni, að vinna í leiðtoganda þróun eða stjórnenda þróun og þá finnst mér rosalega það mikilvægt að vinna með öllum stjórnendum. Þannig að ég að vinna í háskólum, við erum að vinna í háskólum og í fyrirtækjum. Að því að ef ég vil breyta, ef ég vil hafa áhrif, ef ég vil vera með hugrekki og hafa áhrif, þá get ég ekki bara verið að vinna með stjórnendum að því þegar við erum að vinna og margir markþjálfar og árangursráðgjafar þekkja sig að við erum kölluð inn til að laga. Við erum sjaldan kölluð inn til að uppbyggja. Okay. Það kemur fyrir en það eitthvað sem mikið þarf að gerast og það fínt og það gaman og það rosalega nærandi en það verður að byggjast eitthvað fyrst. Þess vegna ég með allt sem að gera prógramið mitt sem heitir Thrive to Perform, Perform to Thrive, stefna til ná árangurs til að stefna. Það henni sama prógramið og bara aðlagað að háskólum 1. til 5. árs og stjórnendum og fyrirtækjum. Þannig að já, má ég ekki segja að sé allir stjórnendur. Þeir eru í háskólunum, það verða ekkert allir með stjórnenda titla, en þeir þurfa að stjórna sínu lífi. Þeir þurfa að vera sínir eini leiðtogar. Þannig að stuttsvar já, en svo hvað leiðtogi og á hvaða stigi þeir eru. En það hefur alveg svolítið mikið kannski borið á því og ég upplifið það persónulega þeir sem leita til mín í heilsumarkþjálfun, þetta eru rosalega oft stjórnendur eða millistjórnendur eða allavega einhverju svona sem hafa ábyrgð og kannski smá mannaforðað af því að þetta fólk einhvern veginn alltaf á brúninni í burnout. Sko, já, þess vegna ég að tala um þessa hæfni. Ég veit ekki tölurnar á Íslandi en Gallup segir í Evrópu að 4 af hverjum 10 stjórnendum hafa aldrei lært neitt stjórnun. Okay. Og það svo mikið verið að taka góðan fagmann eða fagkonu, var að segja, bara gott starfsafl sem eru tæknilega góð, sem eru kannski einhverju þjónustustarfi með mjög góða þjónusturund og það verið að færa þau upp í stjórnendastöð og það bara klappað á axlina og gefið smá meiri laun og svo bara ok, við treystum þér og ég ógeðslega ánað að hafa fengið þá stöðu hækkun en það ekki verið að kenna mér þannig ekki með fræðslan afturinn ef ég kann ekki að gera tímatöflu og allt í einu ég að stjórna tímatöflunni fyrir einhverja 15 manns það getur ímyndað stressið þegar ég kem heim að ég ekki alveg viss ég að virða lög og reglur hvíldartíma á milli
milli vakta og bara ímynda eitthvað stressið. Ég get ekkert sýnt þér að ég kann þetta ekki. Þú sagðir og treystir mér. Þú sagðir að þér finnst ég vera hæf. Ég get ekki sýnt liðinu. Þarna kemur millistjórnandinn sem er alveg í samlöku, alveg í klessu. Og þá fer einmitt, að hann kemur til þín, þá fer svefnin í klessu. Þá fer mataræðið í klessu. Þá fer stressið upp. Og þá fara samskiptin í klessu. Hvort það er heima í vinnunni. Og mjög oft þá millistjórnendur, þeir, ég kann ekki alveg þetta á Íslandi, en úti bæði í Bretlandi og í Fraklandi, þá er svona probation, eða þú fær stöðuhækkun. Og mjög margir eru sendir niður aftur. Já, þú meina þetta svona til reynslu. Já. Og eftir 6 mánuði, þá er hvort biða þeir að fara tilbaka. Eða þeim er sagt bara upp á fyrirtækinu, og eða þeir eru settir niður aftur. Það er hræðilegt. Og það er ekki þeim að kenna. Þeir voru, stöðuhækkunin var annarkort ekki á réttum grundvelli, eða að þeim var ekki kennt. Þeim var ekki hjálpað. En hvað geta þá þessir einstaklingar gert, þessir stjórnendur, til þess að auðvitað sérlífið og til þess að bara valda þessu? Minna sig á að þeir, hann og önnur vísindi, 40% okkar hamingju er á okkar vegum. Okkar ábyrgð. 50% er genetics, hvort svona ána með það ekki. 10% er uppeldi og education, nám og svoleiðis, en auðvitað hefur það rosalega mjög mikil áhrif á það sem við gerum á ásetningi, en þannig að við erum ábyrg á hamingin okkar, og ef við fáum stöðuhækkun sem við förum úr sölumanni í sölustjórn, þá þurfum við líka að fara til búðkaup og bækur. Þá þurfum við líka að rauninni að hjálpa okkar yfirmönnum að stjórna okkur. Það er eitthvað sem við mikið í frá Ken Blanchard, leadership, situational leadership, sem ég sný við. Það er alltaf verið að kenna stjórnendum að sjá motivation, bara innri hvatning og reyna að finna hvatningu og hvetja fólk en það þarf að ég þarf að gera mig grein fyrir því að ég þarf að láta yfirmannin minn vita hvað ég kann, hvar er hvatningi minn á þetta og þetta og þetta, svo yfirmaðurinn minn geti stjórna mér. Já, svo hann geti þá hjálpað þér að læra það sem þú kannt ekki. Já, þannig að ég þarf að taka ábyrgð á þessu sjálf, sko. Ok. Annars bara allt líklega. Og það er líklega sjaldan það gert. Já, sko, þegar ég er að taka þessar kenningar og kynna þær fyrir fólki sem ég er að vinna með, það er bara aldrei að hugsa út í þetta. Það, sko, milli stjórnendun, þeir halda þessi allt á þeirra herðum, sko. Nú er ég orðin stjórnandi, þannig ég þarf að horfa á liðið og ég þarf að svona, þessi er góður þessu, þessi er góður þessu, þessi er góður þessu og þessi er með góða hvatningu, ekki þessi og ekki þessi. Það getur ekki gert svoleiðis. Það þarf í rauninni að vera opin bara samskipti allir geta þurfa að geta förum inn í sálfræði, sálrænt öryggi segir ekki svo íslensku, að ég geti sagt, að allir geti sagt á vinnustæðunum að mér líður vel, mér líður ekki vel, mér ekki að fara rætt langt, en ég er með rosalega mikla hvatningu til að gera þetta, minni hvatningu til að gera hitt, án þess að maður þarf að halda að þetta fólk vil ekki ná árangri og það sé að kvarta. Þetta er rauninni það sem ég er að segja, er að þessir stjórnendur yfir höfuð þurfa að gera sig grein fyrir, þeir hafa rosalega mikla rosalega, ég meni þetta orð, þeir hafa ábyrgð á þeirra eigin velíðan og ábyrgðin þeirra er að búa til aftur, eins og ég búin að segja, aðstæður til þess að allir getur unnið saman. Það er árangurinn, það er þetta er svona þrýrningur, það er árangurinn, það er þroski og þróun á hverjum og einum einstakling, en svo er síðasti hluturinn er hvernig líður okkur saman og hvernig samvinnan. Þannig að hvernig hjálpar þá fólki að ná árangri án þess að missa vita og heilsun? Er það bara með því að fræða bæði einstaklinga og fyrirtæki þetta?
allir séu meðvitaðir og hjálpa þeim, sko, þarna það sem þjálfunni kemur inn í þessu ég var að segja aðan, þetta er mjög mikið spurningar og að allir læri á sjálfa sig. Ég þarf að læra á sjálfa mig, ég þarf að læra þetta heroic dæmi á sjálfa mig, hvernig ég bregst við, hvernig er mín hegðun, hvernig er mín tilhneiging, hvort ég sé mikið sko svona extravert eða introvert, hvort ég sé frekar að vilja gera hluti eða hvort ég vilja sé frekar svona í fólkinu og samskiptum, bara læra á sjálfa mig að því að það er eini möguleikin til þess að svo fara að stjórna mér. Og þegar ég stjórna mér, ég segi það á ensku, þá segi ég stundum get over yourself. En þegar ég farin að stjórna mér, þá fer ég að sjá í kringum mig og þá get ég haft áhrif. Ertu að meina þegar þú segir stjórnar, er það svona að hafa stjórn á sjálfum sér eða? Bæði. Já. Bæði. Þetta er á ensku, hann er Daniel Goleman, þetta er grunnurinn á tilfinningagreind og tilfinningasveigjanleika. Ég tala um emotional agility, það er self-awareness. Ef þú ert með self-awareness, sjálfsrýni, ekki? Bara þekkir sjálf þá getur þú farið í self-management. Ef ég veit að ég er óþolinmóð þá get ég stjórna því. Er ég rétt bönd? Já, ok, ef þú ert að fara inn í kannski, þú ert að fara inn í einhvern fundi eitthvað og þú veist að þetta verður langur fundur þannig ok, þú veist að þú gætir orðið óþolinmóð, þá getur þú stjórna því. Þá getur þú stjórnaði annarkvort að tala við fólki sem er fundin til þess að fá að vita hvað gerast, til að vita lengdina, til að vita útkomuna, til að vita þitt hlutverk. Þá er það að stjórna sjálfur. Og þegar þú ert búin að fara í það og ferð á fundin, þá að þú veist, þú ert búin að taka yfir óvissuna. Við erum menn það í heroic. Þú ert búin að taka yfir óvissuna, þú ert búin að minnka óvissuna og þá getur þú farið að hafa áhuga og hlusta. Social awareness, hvað er að gerast? Spurja í staðan fyrir að tala, hlusta með ásetningi og þá koma áhrifin, social influence. Þannig að þú sér það, þetta eru margar svona nálganir en þetta fyrir allt niður á það sama að vera með að hugsa að vinna í sjálfum sér og vinna í bara kerfinu. En við þetta allt í neitt í hug að því við erum alltaf að tala með þetta ná árangur án þess að missa vita á heilsuna. Er það þá þín reynsla eða annara að var það alltaf þannig? Að til þess að ná árangur þá endaði fólk alltaf bara á því að missa heilsuna eða? Sko, ég er ekki með neinar svona tölur en því miður þá er ef þú ferð að skoða svona leiðtoga og stjórnendur, ef þú ferð bara að skoða í heilsu, ef þú skoður andlátstölur. Nýlega var verið að tala ég man ekki hvað hún heitir, sem var yfir YouTube, sem lést mjög ung og verið að hrósa henni fyrir hvað hún hefði náð miklum árangri og hvað hún hefði gert mikið og hvað hún hefði gert lítið fyrir sjálfa sig. Alltaf verið að setja alla aðra og allt annað á undan. Þannig að þú veist, ég hef enga skoðun og ekkert vita á hvað gerðist, en ég get hugsað, af hverju var hún veik? Eða bara árangur og ekkert verið að hugsa ég veit ekkert hvað gerðist í þessu tilfelli, en ef þú skoðar skilnað, ef þú skoðar veikindi, ef þú skoðar andlát, ef þú skoðar samskipti við börn, ef þú skoðar bara það sem fólk segir þegar það er að ljúka lífinu. Það er enginn sem að segir að hann hafi eftirsjá yfir því að hafa ekki unnið meira. En farði yfir á hitt. Ég gerði litla könnun á LinkedIn mjög nýlega og spurði sem kemur frá Michael Fortes hvort að ef þú hefðu valkost, ef ég gefur hamingju, þá ferðu enga skemmtun, engan árangur og enga ást, enga heilsu. Hvað myndir að velja? Ef ég geði þér ást, en þú var ekki hina. Ef ég geði þér árangur, ferðu ekki hina. Ef ég gef þér heilsu, ferðu ekki hina. Niðurstaðan var, það var 0% sem segðu, ég ætla að velja árangur. Það voru 6% sem velja skemmtun og svo var mest hamingja og svo kom
Einmitt. Fólk er nefnilega alveg búið uppgöta það því að ef þú missir heilsuna, þá missir þú svo margt annað. Já, og mér fannst það skondið, þetta var á LinkedIn. Það var ekki á Facebook, þetta var ekki á einhverju svona öðru. Þetta var á Career-driven, karriér frama Nákvæmlega. samfélagsmiðli. Mér finnst við nú búin að vera að ná að fara yfir svona það helsta sem að við ræddum í spjallin okkar daginn. En mér langar að svolítið að enda á sem ég spyr alla, svo veist, hvað er heilsa fyrir þér? Já, ég bjóst við þessa spurningu frá. Þetta er heilsa er hugtak. Þetta er viðtækt hugtak og ég held að sko, orðin sem kom upp fyrir mér það er annað kerfi eða jafnvægi. Heilsa er eitthvað ég þarf að sjá Heilsa er ég ætla að vera alltaf djörf heroic að segja að ég get verið við góða heilsu. Nú er ég ekki að horfa á World Health Organization hvað þeir eru með definition en fyrir mér ég get verið hraust, ég get verið góða heilsu. Þó ég sé að glíma við einhver veikindi eða kannski jafnvel sjúkdóma. Ég get talið með hrausta að því að ég er að hugsa, ég er á stað þar sem að ég nærist í öllum merkingu og ég er með kerfi. Ég er með kerfi í kringum mig sem að er í þessum 14 fundamentals frá Fordyce, þannig að ég get verið með góð samskipti, ég er sjálfstæð, ég er með ýmsa færni og hæfni, ég er með góð sambönd og ég fæ viðurkenningu. Þannig að þetta er kerfi sem ég þarf að búa til og ég þarf virkilega að vinna í því að halda því við. Ef ég hætti að tala við fólk þá dettur eitthvað niður í heilsunni. Ef ég hætti að hreyfa mig, þá dettur eitthvað niður í heilsunni. Þannig að ég get farið langt en ég myndi segja að þetta er kerfi sem ég þarf að vinna í til að halda því jafnvægi. Hvernig hugsar þú þína heilsu? Það er náttúrulega bara kerfi að eiga góða stundir með fjölskyldu og vinum. Tölum það áðan að láta fólk ég vola skrítin og fyrir aftur hann í búð og segja þú veist, hei, gölabustan sem seldi mér í fyrra dag, þú veist, ókslega góður ég svo ánægð. Ok, það gerir það enginn. Þannig að láta fólk vita að ég sé þakklátt, láta líka fólk vita þegar mér líður ekki vel yfir einhverju sem að gerist, þannig að samskiptin og hreyfing og ég er að vinna í mataræðinu. Það er svona, það er minn eiginlega verkefni en já, það er þessi 4 hlutir að vera sjálfstæð, að vera hæf í einhverju, í mörgu, góð sambönd og að fá viðurkenningu, það er líka mikilvægt fyrir mig. Myndirðu þá að segja að þetta væri kannski svona þín gildi sem þú vinnur eftir? Gildin mín er að dafna allir nárangri og nárangri til dafna. Það er sko, þú veist, þetta fyrirtæki er bara ég og mín svona heimspeki. En kannski ein lokaspurning, hvernig lærum við að þekkja okkur sjálf, stýra okkur, þekkja aðra og hafa áhrif? Þetta var einhverja setningu sem þú varst með. Já. Og ég snýr þessu upp í spurningu. Já. Á ég ekki bara svara, stoppa, vakna og velja. Bara stoppa. Það er það sem ég finn rosalega mikið. Stoppa. Þannig að við þurfum að læra að þekkja okkur sjálf líka svolítið til þess að geta lært að þekkja aðra, er það ekki? Það er bara nauðsynlegt. Annars erum við svo preoccupied. Annars erum við svo sjálfsupptekin. Að því við þekkjum okkur ekki. En við getum ekki hugsað við vitum ekki hvernig við gætum brugðist við í einhverjum aðstæðum. Að því við þekkjum okkur ekki. En ef ég bara stoppa og segja bara mér líður svona á þessari stundu og þá vöknum við svolítið að þá einhvern veginn gerum við grein fyrir því að eitthvað hefur mjög góð áhrif á okkur. Svo nú er ég að stoppa sjálfa mig því ég er búin að segja rosalega svona 310 sinnum, þannig að ég er farin að heyra það og nú er ég að stoppa sjálfa mig og velja önnur orð. Það er bara líka að það er mistökin líka og vera hæfur til þess að viðurkenna mistök og fara áfram og þá getur maður haft stjórn og þá getur maður farið að hafa áhuga öðrum og hlusta á aðra. Þannig að þá er ég að velja.
ég er búin að stoppa, ég get stoppað í núinu, ég get valið, það er alltaf, ef maður fer yfir í eitthvað svona tauga, það er alltaf taugakerfið, það er alltaf tvær leiðir, heilin ætlar að taka, þessi 90% autopilot, hann ætlar að taka stuttuleiðina, ég verð að stoppa, ég verð að vakna og ég verð að velja. Þannig að þú ert með lífið í lúkunum. Gjörsamlega, nákvæmlega, já, ég þarf að þýða þetta yfir á ensku og frönsku. Nákvæmlega, það er dásamlegt. Er eitthvað að lokum sem þið langar að koma framfæri eða eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja sem er mikilvægt að geta hjálpa fólki? Þetta fór að vera skemmtilegt og ef ég stoppa núna þá er ég bara mjög þakklátt og nærð og gaman að hafa verið já, á ekki að segja ég hafi haft gaman eða haft hugrekki að hafa samband við þig og takk fyrir að leyfa mér að koma og já, bara takk. Já, mín er svo sannlega ánægjan og örugglega hlustenda líka, sko. Já, ég vona það. Það er svo gaman að fá svona frálegs bolta. Já. Búin til nýtt orð þannig líka. Já, nákvæmlega. Að koma og deila allir þessu því að sko þegar ég valdi nafn á hlaðvarpi þá var ég ekki eins og hugsa svona langt en bara þetta verðist tengist í hverjum einasta þætti sem ég er búin að taka upp þá er maður alltaf að sjá betur og betur að við erum í alvörunni, við berum ábyrgð á okkur, við erum með lífið í okkur. Og það er búin að sanna það, þannig að þú ert alveg rétt um stað. Herru, takk fyrir og góða ferð aftur heim til Frakklands. Takk kærlega. Takk. Að lokum langar mig að þakka þér. Mér langar að þakka þér fyrir að hlusta og gefa þér innan dýrmæta tíma til þess að huga að þinni heilsu. Og ef þú fílar þessa þætti, þá er ég náttúrulega ótrúlega þakklátt ef þú myndir deila þeim. Ekki verra ef þú setur í story á hvaða þáttu varst að hlusta og eitthvað skemmtilegt, en einnig bara segja frá þeim á kaffistofunni eða í einhverju spjalli við þá sem að þú veist að hafi gagn og gaman að. Þannig bara takk fyrir þig.